Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum á N4 og nú ætlum við að snúa okkur að íþróttum. En árlegt hængsmót fer fram helgina en það íþróttamót fatlaðra og það Lions klúbburinn Hængur sem á veg og vanda að þessu móti eins og áður. Það komin til mín tveir gestir frá Lions, Jón Heiðar Árnason mótstjóri og Andri Gylfason formaður mótsnefndar. Verið velkomnir í þáttinn. Takk. Já, fyrsta spurning, allt tilbúið fyrir helgina? Allt klárt. Já, við megum ekki klikka á því, þá fáum við marga á eftir okkur sem eru búin að viðja eftir þessu alveg heilt ár. Já. Þannig að það eins gott að allt sé klárt. Þetta ekki í fyrsta skipti sem þið standið að þessum náttúrulega. Þetta haldið í 35. sinn og alltaf hefur Hængur verið séð þetta. Þið hljótið nú að vera orðin dálítið bara góð í því að halda þetta mót. Já, það þannig að allir eru með ákveðin verkefni fyrir þetta, þannig að þetta ekkert óendilega erfitt fyrir hvern og einn, en það þurfa allir að taka þátt í þessu. Það í mörg horn að líta. Og við byrjum þetta þá 83 og það eru sumir búin að vera öll árin. Já. Og ég byrjaði ekki kannski fyrir 20 árum, en þetta rútína og skemmtilegt. Já. Fyrir það sem ekki vita, getið þið sagt mér bara aðeins frá hængsmótinu. Ég sagði að það væri íþróttamót fatlaðra. Svona í hverju að keppt og hvernig fyrirkomulagið? Já, það fyrst og fremst og langstærsta greinin náttúrulega boccia. En síðan hefur náttúrulega verið breytilegt svona eftir hvaða ár það hvort það séu fleiri greinar með og þá hefur það helst verið kraftlyftingar, borðtennis og bogfimi. Og við erum svo heppnir að í ár erum við með allar þessar greinar á dagskrá, þannig að það mjög skemmtilegt. Þetta alltaf svipað fyrirkomulag svona ár eftir ár? Já, við vorum að raunir að starta aftur svona bogfimi. Það ekki verið undanfarin ár en var alltaf fastur hluti af þessu og með tilkomu bogfimis setursins þá höfum við séns á að vera með mót þar og það einhverjir 30 krakkar sem að mæta á það mót þar og við tökum þá inn til okkar og sjáum velunafendingar og skráningar og því líkt. Þannig að það gaman. Iðkendur á mótinu eða keppendur hvaðan koma þeir? Já, alls staðar af landinu. Já, þetta eru rétt ríflega 200 keppendur. Já. Og með fylgdarliði þetta sem sagt nálægt 250 mann sem að koma og til mótsjá. Og fjöldi keppanda hann alltaf svona svipaður eða? Já, það svona rétt eftir hvort að þetta liði kemur þetta árið eða ekki. Þetta svona sveiflað svona pluss mínus 20 en hefur verið svona alltaf rúmlega 200 og farið upp í 300 manns kannski að keppa mest. Þetta starf sem haldið úti hjá íþróttafélögum fatlaðra út allt land. Hversu öflugt það? Það náttúrulega bara alveg haugur að gera starf, kannski miklu meiri heldur en fólk heldur sko. Já. Og það boccia bara smá hluti af þessu, það náttúrulega fótbolti og frjálsar og þessir krakkar náttúrulega bara að gera það sem þeim langar til sko. Þannig að það allar greinar í gangi. Já, mér finnst ekki vera mikið í umræðinni, svona ef ég segi fyrir mig, þetta starf sem unnið þarna, það miklu meira eins og þú segir örugglega en fólk heldur. Þetta sennilega bara athygli fjölmiðlanna beinist annað. Já. Það mikið að vera hjá þessum fólki alveg svo hinum íþróttamönnum sko. Já. Í hvernig flokkum keppt? Sko, þetta hreyfihamlaðir og þetta þroskaskertir eða hvernig virkar það? Já, við verðum að deila í svolítið svoleiðis. Já. Og í þessu eru með ákveðnar greiningar þannig að við þurfum í sjálfu sér ekki að vega og meta neitt sko, menn vita hvar þeir eru og skrá sig þannig til keppni og svo eru við líka með fólk sem mikið fatlað í hjólastól og hjá þeim mjög erfið keppni, það það sem mér finnst vera svona það sem hvað ákveðin mest sko. Það bara má ekkert klikka, það mikið álag á dómurum. Já. Og þú veist manni finnst það kannski að þetta svona rólegt en það eins gott að þetta sé rétt. Já, ég ætla að spyrja ykkur út í það, út í svona keppnisskapið sko, mikil keppni í þessu? Man getur lært svolítið mikið hvað varðar keppnisskapið af þessum einstaklingum. Vegna þess að á meðan að leikstendur mikill hiti og sannur keppnisandi. En hvort sem að ef við komum til vinnur eða tapar, þá það svona rokið úr honum við lok leiks. Þannig að ekki þessi kannski framhald af fílunni lengi eftir leik, það þekkist varla hjá þessum krökkum.
Þetta er bara búið þegar leikurinn er búinn, en virkilega lagt allt í þetta, sko. Nákvæmlega. Það er margir sem ættu læra kannski af þessu viðhorfi sem þú lýsir hérna. Það er einmitt, ég kom nú rétt, fyrst að þessu fyrir rétt 4 árum síðan, sko, og þetta var einmitt það fyrsta sem maður tók sérstaklega eftir og bara, sko, vá, við eigum svo mikið ólært af þessu fólki, sko. Já. Og við höfum verið með sjálfboðaliða frá Menntaskólanum Akureyri, svona krakkar sem hafa komið og hjálpa okkur að dæma og annað og tekið þátt í mótinu. Og þau einmitt segja þetta eftir upplifunina að við höfum svo margt að læra af þeim. Nú var þetta haldið í 35. skiptið og er náttúrulega fastur liður hjá ykkur, en vantilega líka fastur liður hjá ansi mörgum sem koma á hverju ári og keppa eitthvað. Já, það var lengi vel eitt sem hefði mætt á öll mótin, ég held að sem nú reyndar hættur að mæta núna, en það er ekki lélegt að fara á rúmlega 30 mót í röða, sko. Nei. Og hérna, svo það eru margir sem bíða eftir svo alveg bara hvenær verður næsta mót og maður fær tölvupósta löngu áður en þetta kemur hvort þetta sé ekki vera tilbúið, sko. Það er verið að reka eftir manni og þannig að það er virkilega beðið eftir þessu. Já. Og þetta er vantarlega með stærri viðburðir sem þið hjá Lionsklúbbnum Hæng standi fyrir? Þetta er langstærsta svona einstaka sem við erum að gera. Við erum að móti sjálft bara í 2 daga, en það fara nokkri dagar í þetta þar og undan. Það þarf náttúrulega að skrá þetta inn og raða upp öllum mótinu og sjá hverjir að spila saman og allt þetta. Og svo höfum við gert svona rit fyrir fararstjórana, þannig að þeir geta haldið utan hópinn sinn og skráðinu yfir úrslit og annað, þannig að það er eitt og annað handtakið sem þar í kringum þetta, en þetta er rosalega gaman. Það er einmitt í mörg korn að líta og vantarlega talsveit mikil sjálfboðavinna sem er lögð á sig fyrir þetta. Svona, ef þú segir fyrir þig bara, af hverju stendur þú í þessu starfi? Ég er náttúrulega gekk inn í Lionsklúbbinn Hæng og þetta var náttúrulega hluti þar, þannig að maður náttúrulega svo sem gekk til starfans þannig í upphafi. En síðan er það nú bara með svona sjálfboðastarf og annað að þetta gefur manni svo mikið og sérstaklega þegar mótið er svona skemmtilegt og gefandi að þá er maður alveg tilbúinn og bara hlakkar til og jafnvel alveg svo keppendum að taka þátt í mótinu, fá að vinna með þeim þessa helgi og annað. Þetta er bara alveg frábært og gefur manni allt. Tekur þú undir þetta? Já, klárlega. Og þetta er líka þegar maður er búinn að vera svona mörg ára að maður er að hitta vini og kunningja. Nákvæmlega. Og þannig að það er rosa gaman. Það verið synd að komast ekki, þannig að ég breyti öllum mínu plönum bara til að vera þarna. Fastu punktur í tilverunni? Algjörlega. Frábært. Hvetjum alla til að mæta svona praktískar upplýsingar kannski í lokin. Hvenær hefst þetta og hver er þetta haldið og slíkt? Já, við erum upp í íþróttahöllinni hér á Akureyri og við ætlum að byrja semst á laugadegi, þetta er laugardagur og sunnudagur og við byrjum báða dagana klukkan 9 og það er mótsetning náttúrulega á laugardeginum og svo klukkutíma síðar þá byrjum við mótið að fullum þunga. Og öllum velkomið að koma að horfa á vantanlega? Já, og það er líka hægt að vera út í Glerárskóla þegar að vera að fara í borðtennis klukkan 10 á laugardeginum og upp í Sunnliði hjá Kraftlyftingafélaginu sem að þeir eru líka frá 10 á laugardeginum. Þannig að og bókfimi líka, þannig að það er fullt að taka en það er hægt að koma upp í höll náttúrulega bara og sjá hvað er eitthvað að vera. Já, hvetjum alla til þess. Jón Heiðar Árnason og Andri Gylfason, takk fyrir komin í þáttinn og góða skemmtun helgina. Já, takk fyrir mig. Höldum áfram hérna í föstudagshættinum eftir skamma stund.